Bókin 10 skilaboð að skapa öryggi úr óvissu komin í sölu í öllum helstu verslunum og á beggiólas.com. Ég trúi innilega að þú verður líklegri til að yfirstíga þínar áskoranir og fara snar þínum markmiðum með því að lesa bókina. Ég vona að lesturinn verði þess virði. Takk kærlega fyrir stuðningin. Gangi ykkur vel. 24/7 spurningaspilið sem stuðlar að innihaldsríkum samræðum komið í sölu á beggiólas.com. Spilið fyrir alla sem vilja kynna sjálfum sér og öðrum einslíkum í sínu lífi betur. Spilið frábært fyrir sambönd, vinahópin, fjölskylduna, starfshópin við alls konar tilefni. Ég hef spilað 24/7 með fjölbreyttum hópum undir fjölbreyttum aðstæðum og það vekur alltaf jafn mikla lukku. Ég hvet alla til að fara inn á beggiólas.com og næla sér í inntak. Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Leggur þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Sigga Dögg, kynfræðingur, komin í annan skipti Þakkulega. með manniðinn Sævar. Ég kem alltaf aftur. Með sætskiptum mitt. Já. Þið eru orðið hjón. Já. Þið bara ekkert langt síðan þið gengu í það heila, eða má maður segja það? Já, mér finnst það mjög heilagt. Við já. varum með mega heilaga, við varum með eina aðtöfn sem var kannski ekki heilag fyrir sumum, en var heilag fyrir okkur. Og svo aðra sem við buðum bara vinum og ættingjum og ástvinum. Og þá var andað saman og farið með smá svona indjánabæn og kærleiksbæn og það var rosa fallegt og senda orku út í heiminn og það var geggjað. Þannig að jú, mér þótti bara bástundar mjög heilagar. Þetta er mjög heilagt, sko, hjónabandi, þó ég hafi skilið. Að þá það. Þetta þú veist, í okkar samfélagi, þú kemst ekki hærra sem skuldbindingu. Þetta við sem samfélagi setjum þetta sem æðstu skuldbindinguna. Þetta er bara stærsta játningin sem þú gefur á bara við ætlum að reyna þetta saman og við ætlum virkilega að leggja allt sem við eigum inn í þetta. Kannski meira skuldbindinga að eiga börn? Nei, það er það náttúrulega ekki, sko. Er það ekki? Ekki okkar samband, ekki íslensku samfélagi. Það er bara eitthvað svona, já, barn, það er þannig. Það skilur við, ekki þetta, það er bara eitthvað svona órjúfanlega hlut af þér. Þarna er það að taka eitthvað svona, við setja meira ákvörðun. Ég get ekki farið bara frá barninu mínu eitthvað. Ég þarf að vinna í því að vera með þér, með barninu mitt, það er bara... Það er samt lítil vinna. En er það ekki einmitt þetta, þú veist, þú ert að skuldbinda þig sem þýðir bara við erum að vera saman í gegnum erfiða tíma, í gegnum góða tíma, þú veist. Já. Við ætlum að taka bara takmarkanir okkar og kosti, alla eins og eru, og af því að þetta kannski tekur í burtu fyrir marga, bara hvað það er einhver annar, eða einhver annar sem er betri fyrir mig, eða eitthvað svoleiðis. Þú er bara búin að ákvæða þessi manneski sem með þér út lífið. Nei, við erum ekki þar. Þið eruð ekki þar? Nei, við erum ekki þar. Nei, við erum meira bara svona, við erum búin að finna eitthvað í hvort öðru sem er rosa dýrmætt og okkur langar að nostra við það og okkur líður vel saman og langar að svona, langar bara að ganga þetta líf saman. Þú veist, það er einhvern veginn, ég veit það ekki, það er ekki, þetta er ekki hugsunum bara, nú er ég búin að finna þig. Já. Þetta er bara, og bara þig og ég þarf ekkert annað. Þú veist, við áttum bara geggja línu í seinustu viku sem var línan að þú ert nóg og við tókum þetta nákvæmlega fyrir ég bara, nei ég trúi ekki sko, ég trúi ekki að þú sért nóg sko. Mér finnst það mjög skemmtileg lína. Að þú sért nóg? Nei, bara þetta að vera alltaf að kyrja vertu besta útgáfuna sjálfum þér. En ef að besta útgáfuna sjálfum þér er bara ekki góð. En að það gengur aldrei upp. Af hverju getur ekki verið þá bara ykkur annar? Þetta eiga sálfræðingar að... Þú er svo ekki steik. Já, bara eitthvað, neða, þú ert ekki nóg. Eða að reyna að vera eitthvað annað en þú? Nei, en sko, mér finnst þetta nefnilega, þess að ég var að reyna að útskýra fyrir Sævari, þetta með þú ert nóg. Ég mun aldrei vera nóg fyrir sjálfa mig að ég vil alltaf meira, ég vil alltaf stærra, meira, betra og það þýðir ekki þessi þjókja einhverju minnimáttakennd eða alltaf í vanlíðan, ég bara virka þannig, ég pæli alltaf í aðstæðum og bara, oh my god, ef við myndum bæta þessun og þessun þá var þetta svona og það er svo hægt að stækka þetta ennþá meir og þannig keyrist ég bara áfram. Þannig að það er líka þessi hugmynd með, og við erum alveg búin að takast á það því að við höfum bæði okkar hugmyndir hvernig sambönd eru, hvernig maki er, hvað maki gerir og
þú veist, af hverju hef ég þá hugmynd hvernig hann á að hegða sér sem maki. Það bara, og við erum búin að gera þennan sáttmála að við ætlum að vinna saman með þessar hugmyndir og skoða þær og vera gagnrýnin á þær, berskjalda okkur og vera ótrúlega einlæg og þú veist, ég held bara að vera í gær, við vorum á deiti í gær og þá var ég bara að fatta að tengja línurnar, þú veist, svona ég legg fyrir hann gildrur sem hann gengur í, af því að ég óttast höfnun og ég er bara að tjekka, þú veist, mun hann hafna mér. Þú veist, ég veit hann gengur í gildruna, þá sannar hann að hann, þú veist, er ekki nógu góður og ef hann gerir ekki þetta og þetta, þegar hann þarf að sanna hann elski mig, þú veist, og þá bara, þú veist, þetta er bara svona vítarhingur. Og það að fatta þetta og grípa það, og svo þá get ég sagt hann upp á, þetta eru gildruna sem ég legg fyrir þig, við þykja ótrúlega leiðilegt, mér langar ekki að vera svona. Ég er að reyna að grípa þetta og bæta þetta, en þú veist, þetta er samt það sem er í gangi í hausnum á mér. Þannig að og þetta er, held ég, okkar skuldbinding, að reyna bara að vera góð við hvort annað og reyna að gefa hvort að þeir bara frelsi og ást og hvað sem það svo þýðir, þú veist, bara að þroskast sem manneskja, saman hvernig það lítur út. Bara hvað, við þykir ótrúlega andum því sem manneskja og ég vil að þú getur verið besta útgáfan af þér. Nei, þú veist, að þú bara getur fengið allt sem þið langar í lífinu, má ég bara vera samferðafélaginn og kannski stutt þig. Það er svolítið. Ég bara hafa hugrekki til að berskjalda brestina sína. Það er oft erfitt. Af því brestirnir eru oft sem maður ver út í eitt og segir bara, nei, það er ekki það. Síðan er maður alveg brjálaður inn í sér. Og það er ógeðslega erfitt að berskjalda sig. Þetta er náttúrulega geggjar yfirildi í senstu viku. Sem að hann sagði bara eitthvað, já, en mér líður svona, og mér líður alveg eins spegill. Og hann líka, hvað ég gerir með það? Ég bara, allt sem þú hugsa mér, ég hugsa þig. Spegill. Þetta var aðeinslegt yfirildi. En hversu mikilvægt er þá að þekka sjálfa sig og sínar tilfinningar og sínar sögu og sínar hugsanir, þú ert í sambandi með aðra mannsku. Því væntanlega, þú veist, það krefst mikið að sjálfstæðingu að láta ekki tilfinningarna vera alltaf flakka og vera að grípa sig, eins og þú segir, að grípa sig fyrr kannski. Svona er ég, þetta er partur af mér, ok, hluta af mér, ég er að reyna að laga þetta eða taka þetta í sátt eða þú veist bara að þessu. Hversu mikið er að communicata þetta líka bara, skilur, hann að þú veist, að ég, því að ef þú þekkir sjálfa, þá getur þú gripið inn og verið betri manneskja fyrir maka henni eitthvað leiðis og manneskja líka þekki þá hvernig þú ert. Þú getur þá séð, þú veist. En ég held sko að ólíkt fólk virki ólíka hluti í okkur og ég held að ég hef ekki ég myndi ekki þekkja mig eins og ég þekki mig nema út af speglunni við hann. Þú veist, þannig að ég held að við getum ekki verið í endalausi sjálfskoðun og uppgötunum að því að við þurfum að læra af umhverfum og við lærum mest og þroskumst af samböndunum í kringum okkur. Þegar einhver segir, þú særir mig þegar þú gerir þetta eða af hverju gerir ekki svona, þá erum við bara, já, vá, einmitt, góð pæling eða af hverju set ég ákveðna kröfur á þig en ekki á einhvern annan og hvernig það einhvern veginn lúpar svo aftur bara til manns sjálfs, þú veist, eitthvað gremja sem ég með gagnvart honum, vissi ég ekki að ég væri eitthvað skoðar takmarka sjálf mig eða með gremju gagnvart sjálfur mér, þú veist, þetta er svo samböndun okkar eru okkar dýrmætasti spegill, þú veist, svo þegar fólk fer í taugarnar á manni, það er bara stærsta ástæð til að setjast niður og bara ok, býtu af hverju er ég brjáli út í þessu mannsku eða af hverju, þú veist, tók ég þetta til mín eða inn á mig eða, þú veist, af hverju finnst mér þetta svona ósanngjarnt. Þú veist, og ég sagði við Sævar, skilur, ef að þú hefði viljað fara í eitthvað kósí samband, þá hefur bara valið einhver aðra típu. Þú veist, ég var bara eitthvað, þetta er bara að fara að vera, þú veist, líka bara flugeldar og bara á góðanátt, en líka bara eitthvað litli kýmverjar sem springa í göttunum, skilur, þetta er ekki alltaf. En er það ekki líka bara sem tengist sem þú segja á, með að, þú veist, þið finnst ekki, þú verð ekki nóg, skilur, og ég er alveg sammálaði, sko. Ég er meira nóg. Ég er alltaf til að taka það slag, mér finnst ég ekki vera nóg. Já. Af því mér finnst, sko, að maður er frekar ástfangin af manneskjunni sem maður getur orðið, eða samböndum sem maður getur myndað. Og það er bara mín pæling, ég er alltaf að hugsa eins og þú. Hvernig get ég lært eitthvað af einhverjum aðstæðum, hvað er ég að grípa sjálfur mig, hvað get ég bætt mig og allt þar. Þess vegna finnst mér ég bara ekki hreinlega að vera nóg, en það er ekkert að koma frá einhverjum ótt eins og þau þurfa að gera eitthvað til að fylla eitthvað tómarum, sko. Nei, eða eitthvað svoleiðis. Það kemur meira frá ástríðu. Ég vil gera tilraunum mín eins góða og mögulega hægt er og fólki í kringum mig. Kannski er það þá að þegar þú veist, þá þær kröfur sem þú setur á Sævarar með sambandi, að við erum að fara að gera þetta bara almennilega, skilur.
ef maður vill eitthvað kósí þá bara varst ekki að velja rétta manneskjuna. Ég held að við gerum bæði mikla gröfur Já. á þetta samband. Já, ég veit það ekki. Ég held að með að vera ekki nóg. Ég held að bara, þú veist, þetta er maður alltaf í einhverju sjálfskoðun. Og maður þekkir öll orðin en það er oft bara svo mikil kunst, það er oft svo erfitt að integrata þau eða bara gera þau taka þau til sín og ef einhver er í vandræðum með eitthvað þá veit maður lausnina en síðan er maður kannski með sömu vandamál þú veist, þetta er ferli sem er erfitt að setja inn í lífsitt þó maður þekki það og þá maður er búin að fara í massífa sjálfskoðun og búin að vera maður fertugur og maður er búin að læra ógeðslega margt en bara hægt og bítandi kemur það smátt og smátt inn þú veist þetta að geta gripið sig en maður er bara, þetta er hringrás sem er samt að verða alltaf betri og betri og maður þekkir allavega hvað með var þar maður þekkir sem miklu betur í dag þegar svona, þú veist, við kynnumst fyrir rúmlega 2 árum og að því við erum komin að hana aldur þá höfum við, allan að hvað með var það þá fannst mér ég bara að hafa þroska til að gifta mig þú veist, ég var ekki 25 og ég var ekki svona efa framtíðina það miklu meira bara eitthvað já, ég er alveg til, við erum orðin þá þroskað bara eitthvað við gátum gift okkur á stundum tíma Við erum alltaf ekki með ábyrgð á heilanum við erum bara eitthvað já, en það er líka bara taka ábyrgð á sjálfum sér þetta er svona mest sem er sagt í okkar sambandi bara þú þarf bara að taka ábyrgð á þér í því og taka ábyrgð á því og nei, bara... þetta er líka bara, við lifum í samfélagi sem eða einhver kleikar það fyrsta sem viðkomandi gerir er að finna afsökun fyrir því þetta er alveg bilað, bara í sama hvað það er setni vinnun eða bara þú veist, kleika eitthvað, það er bara eitthvað, já það var út af umfyrinni og þetta er það sem við kennum börnunum okkar í íþrótum við leitum að afsökum fyrir að leikurinn klikkaði þetta er bara eitthvað við búum bara til fórnalömb það er eitthvað sem þarf að breyta við tökum aldrei ábyrgð þetta klikkaði því ég var ekki nógu góður ég þarf bara að leggja harðar að mér eða við spilum ekki nógu vel saman við þurfum að bæta okkur eða bara leika leikir fara eins og þeir fara ef við náttúrulega erum með lítinn strák sem er í fótbolta þetta snertið maður í mannbreytt einu atvikið ég var náttúrulega fyrirlin í Fjölni á sín tíma þá komum við eftir leik og við gerum jafntefli móti ykkur skítaliði og við fengum endalaust að færum og dómarinn var ósækjan leiknum ég skal alveg segja það ég kem eftir klefanleik og þá var einhver framherji hann að kvarta við því djöfisins dómarinn, honum að kenna að gera jafntefli og ég trompaðist ég bara, það er ekki honum að kenna við unnum ekki leikið, við fengum 10 fokkin döðafæri þá getum við gert eitthvað í því líka og getum við fara að æfa kannski svust, að slúta færum eða whatever, við getum gert eitthvað í því en það er dómarinn að kenna þá er leikurinn tapar hann hefst þetta er bara ávið ótrúlega margt hvað við bara, þú finnur það bara sjálfur eða eitthvað klikar í þér fyrsta hugsun í þér er bara eitthvað hvernig kemur út úr þessu hvernig það var ekki verið hvernig ég er ekki slæm mannskja þá getur þú nærða að grípa þá og bara eitthvað ok, slaka á, ég fór of sentast bara eitthvað, ok, fyrir ekki, ég er bara of sent síðan finnst mér svo sexy eiginleiki sko. ábyrgð ég finnst svo aldánaverður eiginleiki sko. já, að geta að gripa þetta er erfitt að setja inn í sitt líf að axla ábyrgð já, það er náttúrulega mikil sjálfskoðun og inn í því er líka náttúrulega svolítið margar afsökunarbeðinir sorry, ég var svolítið leiðileg hérna og ósangjöfn og ég veit það og ég er að reyna þú veist, ég er að reyna en þetta er eitthvað sem við tölum ótrúlega mikið þetta er mest sagt held í okkar sambandi við segjum þetta oftar en ég elska þig þá segjum við að þú er að taka ábyrgð á því hvernig finnir þið fyrir því að þið eru að taka hérna bara þú eru að taka ábyrgð á því ekkert sem kemur engin hnútur á móti er þið bara meðtækleg og það er smá egoði fer strax í vörn og reynir að svara og síðan kannski einn í göngutúr þá bara eitthvað ok, ég verða þess að pæla í nei, við svo best hefur verið mér rifrildi og þú ert bara eitthvað svona að segja eitthvað svona við mig einmitt
og bara, mér finnst þú vera svona og ég bara, þú verður bara að taka ábyrgð á því og svo finn ég að ég er brjáluð, skilur mig, og egoð mitt er bara og þú alveg, nú ert þú fann í vörð og ég bara, ég er það ekki, ég er alls ekki svo gengur þetta svo fram og tilbaka Þetta er mjög skemmtileg röfildi, það er mjög óþægileg en svo kemur ég að sjatnar og eins og segir, það er gangutúrun eða það sjatnar aðeins og þá getum við nálgast þetta af pínu einlægni og þá kemur bara svona, þú veist, og ég sagði við hann, ég er hella hörundsár, skilur mig, ég er ekki eins og þú, það má ekki segja mikið við mig, mér líður bara illa yfir því og þá fer ég eitthvað tilbaka, þú veist, þetta virkar þetta kerfi í mér eða þetta virkar þennan þangagang eða þú veist, við erum að fara í aðstæður sem að mér líður ógeðslega illa og hann er kannski bara þetta er ekkert mál slaka á, ég er bara ekki sem að slaka á þetta er bara það sem er í gangi í haustum á mér og ég vil bara þú vita, þú veist, ég ætla ekki að draga í land hérna en þannig að við erum svolítið mikið í þessu, þú veist og að fatta ferlin okkar mönstrin okkar og hvernig getum við gripið þau þegar við finnum að þau eru að fara af stað að þau taka oft svo ósælvart við svo erum við bara komin lestin er bara farin og hún er á flegiferð og enginn í kringum að veit hvað gerðist eða, þú veist, þetta er bara svona byttu, hvað var að tala minna finnst það ekki? Jú, ég er bara það er of lítið talað um þetta það er, þú veist, þetta er það er of lítið talað um þetta í einhver svona þú veist, það er talað um sjálfsábyrgð síðan ekki farið nánar út í það Nei, hvað er nákvæmlega og hvernig maður gerir það kannski? Já, og hvernig maður bara tekur ábyrgð hvernig gerir maður að gagnvart börnunum sínum hvernig kennir maður börnunum sínum að gera það að taka ábyrgð ekki að kenna þeim að þú veist, þú verður að geta börnin eiga að geta komið til manns og sagt frá einhverju sem klikkaði án þess að það þau komið með ástæði fyrir því það bara klikkaði og þau bara eitthvað Já, bara við förum í gegnum það, maður getur þá beðist afsökunar, játað mistök ekki verið í svona féluleik alltaf að því að svo ertu bara sem fullari fólk og svo sjáum við bara, þú veist, svo bara stýrum við fyrirtækjum og erum inn á alþingi og við felum og ljúum og ég held að, sko Já, þetta er bara eitthvað við lifum í samfélagi sem enginn klikkar og það er svo hættulegt að klikka Það er enginn sem viðurkennir að klikka og það er bara og það er allir bara og allir já, þetta er svo fyndið, við erum svo mikið svona það er svo miklar þversagn við erum svo mikið mótsagna því að við eigum öll að standa okkur svo vel en við megum samt í rauninni ekki standa okkur of vel af því að þá ert að groppa þig eða þá ert að montinn, þá ertu hégóma fullur, þú veist og við viljum að það sé eitthvað að þér líka við viljum að þú þjáist, þú veist, sérstaklega þú ert kannski efnaður þá ertu náttúrulega aldrei heima þú veist, það er bara við erum svo fyndin með þetta, við erum ekki komin í eitthvað jafnvægi fyrst mér þannig að og hvernig við mælum alltaf þessa velgengni og hvernig við mælum að vera góð manneskja mér finnst þetta svona, við notum oft skrýtna mælikvarða þannig að mér finnst þetta eins og fyrir okkur eða fyrir mig allavega þegar við byrjum saman að þá varð til eitthvað svona heilagt rými hvað er með í hálsunum? Ég ætla ekki að fara að gráta Erum við komið bara þangað? Let's go! Við erum ekki komið þangað, hættu. Nei, ok, gekka. Ég sagði hann, það er engin maður grætt mig oft og hann. Spáði því. Og hvað er hljómar illa? Nei, en þú veist, að það var til ótrúlega heilagt rými til að skoða allar skuggarhliðar, alla bresti. Ég var ekki bara í fullri vinnu við að vera skemmtilegust eða hugmyndir sem ég held að hann hefði af mér ég bara, einhvern veginn gæti gefið mér gjörsamlega leyfi til að vera bara ég er bara hella brotin, sjáðu það er bara, það er ekkert eitt postlinsbolli það er heilt helviti stell veist, og ég var að skoða brotin og ég var að reyna eitthvað að límta saman eða, veist, sumt kannski bara passar ekki lengur saman veist, þannig að við einhvern veginn mér veist það svo ótrúlega dýrmætt að því að mér ég þrái djúp samtöl en ég finn að fólki finnst það erfitt og óþægilegt og allt í hennu var ég bara eitthvað svona ég fann eitthvað sem má alltaf fara á dýftina og það má fara óþægilega djúpt og ég má bara enda hágrátandi þú veist, og þú kannski endar ekki alveg hágrátandi en þú getur setið með mér þar og þú ert ekki að reyna að laga mig þú ert ekki að reyna að hjálpa mér þú bara getur setið með mér og verður bara ok er eitthvað sem þú vilt gera í þessu við vitum þetta núna, þú veist, og hvað það þarf ekki svona að vera neitt og hvað það er bara eitthvað og það er ótrúlega öryggi í því og hann fer ekkert að hliðina og svo er hann bara eitthvað svona að því að hann er bara eitthvað svona kærleiksbolti vil ég segja, þú veist það og það var svo magna og þá var ég líka bara eitthvað svona vá, þetta er, þú veist að því mér er líka gaman að læra af fólki
en ég var bara eitthvað svona, vá, djöl tikkar hann í mörg boxi á mér, rosa mörg sem hann tikkar ekki, rosa margt ég var til að tvíka til, rosa margt sem fyrir töðnar á mér, en hann hitt vegur það svolítið vel upp. Út af því að ég líka læri svo margt að er frábæra svona, kannski svona, mér finnst ég ekki hitta margar svona manneskjur. Þannig að einhvern veginn þegar við kynnumst og við förum á dýftina á fyrstu 2 mínútunum, þá erum við komin onni bara eitthvað hjartastrengina og svo var það bara þannig. Og ég var bara eitthvað, heyrðu, vá, er til svona maki, er til svona líf? Þú veist, að því ég get skilið, minna fyrir öðrum erum við mjög leiðilegt fólk. Við erum bara eitthvað svona tilfinningaklám. Skilur endalist, bara tilfinningatrámaklám, bara hvað er með það? Hvað segir og hvað svo? Eitthvað, þú veist. Men aðrir eru bara, nenni, please. Nei, við náttúrulega, við höfum ekkit, það er allt upp á borði. Og við höfum, þú veist, það er svo margir sem bara, nei, ég get aldrei rætt þetta af konuna mína. Þú veist, það er svona málefni sem fólk getur ekki farið út í. Ég held að við höfum ekki, það er ekkert sem við getum ekki rætt. Það er fullt af, þú veist, ég fær ekki að ræða við hann fótbolta, hann engan áhuga. Já, þú veist, það er bara svona málefni sem ég veit að hún hefur ekki á og hún veit að ég hef ekki á. Ef drengurinn er að spila. Við getum rætt fótboltan hans. En bara svona, við vorum að tala um það, bara að geta bara farið hvert sem er ótrúlega mikilvægt. Og já, það gerði ekki verkum að það sé ekki óþægilegt, sko. Já, og líka bara aftur ábyrgð, þú veist, að þú ferði eitthvað þangað, hvað ætlar að gera við það og hvernig tekur ábyrgð á því að vera þarna og hvernig heldur utan það, hvernig grípur það. Verðskilni sem óþægileg og... Já, sem bara mjög óþægileg, en líka mjög mikið frelsi í henni. Já. Það er bara að gefa frá sér einhvað sem maður hefur aldrei sagt áður eða einhvað sem maður er að vinna úr þessa stundina og hefur aldrei unnið úr og fær allt í henni speil frá mannesku sem maður sér allt í henni bara já, ég hafði ekki séð þetta þannig sniðut. Nei, en þú náttúrulega líka búin að vinna gífurlega sjálfsvinnu og þú veist, og hefur gaman af því. Það er líka ekki endilega oft sem kall með leifa sér. Já, ég hef náttúrulega áhuga, örgulega svipað og þú. Bara mikinn áhuga, bara mannlegri hegðun og af hverju við erum svona og mikinn áhuga bara svona samfélagsstúdíu, þú veist. Ég vil náttúrulega meina að fótboltinn hefði skemmt það að Sævar hefði orðið sálfræðingur. Það er svoleiðis. Það er svoleiðis. Fótboltinn er margt til að svara fyrir. Ég sagði, fótboltinn er margt til að svara fyrir. Mér finnst fótboltinn fá mikið heitt núna. Já. Er hann að fá heit? Akkurru? Nei, bara var einhver umræðum klefan og allt svona daginn, skilur. En klefin er best staður í Íslandi, sko. Já, ég elskaði klefan. Sævar tala mjög fallega um klefan. Já, ég var í, ég spilaði með Haukum á sínum tíma. Við vorum algjört miðlungsfótboltalið sem bara allt í góðu. En það, svona shout-out til gömlu strákana. En klefin þannig var svo margir snillingar, það var svo ógeðslega gaman og við stundum vorum við í klefanum lengur heldur en æfingin var. Já. Þú veist, það var bara svo ógeðslega gaman í okkur, við erum ennþá í samband í dag. Að við séum eftir að hafa skipt, farið úr Haukunum og farið eitthvað hærra. Að þetta var bara alveg, það svona satt mest eftir. Já, þú tala mjög fallega alltaf klefan. Já, ég var mættið 4, kannski æfing 17:30 sem ég væri til svona 9. Já. Ég var bara mættið fyrst að fara í síðast. Þetta var ógeðslega gaman, sko. Það er bara myndast eitthvað bondan inni. Já, ekki bara eitthvað bræðilega. Já, og líka bara fótbolti yfir höfu, sko, þú nefndir ekki að ræða fótbolta, en þú veist, bara hvað það kennir mikið af innri þekkingu sem ég áttaði mig á eftir á. Já. Það kennir mann svo mikið, og þetta endurspil svo mikið í lífi. Þú veist, hvernig mistök hvernig að díla við það, hvernig að díla þegar þú vinnur. Hvernig ætlar að díla að virða mótur og svo ætlar þess að keppa mótur hverjum öðrum? Hvernig ætlar að vinna með ólíkum típum? Hvernig ætlar að haga þér þegar þú tapar? Hvernig ætlar að díla við þegar þú gerir mistök? Hvernig ætlar að díla við þegar þú veist, það er eitthvað ósanngjarnt, skilurðu? Allar þessar tilfinningar sem magnast upp og svona maður lítur tilbaka á þetta, það er bara, þú veist, einhverju hluta til hvaða mannsku ég hef að geyma og krafturinn sem ég hef fengið í það sem ég er að gera, það kemur margt úr fótbolta, sko. Nei, enda bara elska ég að börnin mín séu... Já, ég sé bara gífulega út í, ég var með ungan strák hjá mér í svona sálfræðitímum og mamma svo á svo mikil ágjur að hann var í fótbolta, sko. Já, og svoleiðis. Það væri, sko, gæti verið skaðlegt og þá bara benti ég á það að þetta væri bara það besta sem barnið geti gert, sko.
Ég verð bara líka til að hafa lengri fótboltaæfingar stundum, sko. Já. Nei, svo lengi sem það haldið vel utan þetta. Já, Og það eitthvað svona sem að, já, ég alveg, þú veist, ég var einhvern veginn að þjálfa fótbolta og fyrir mér persónulega þú veist, allan að það sem hann gaf mér að, eins og fólk tala félagsfælið og eitthvað, þetta kendi mér að vera í kringum hópa fólki og bara líða vel innan fólk. Að því, og ég held að það geti fótboltinn gefið, en það fer bara eftir sá sem heldur utan það. Í raun og öðru. Að því þeir getur liðið, ég meina, þú ert að lenda upp á kanti eða það verið að taka þig út, þá náttúrulega ert að lenda í ógeðslega erfiðum málum. Þannig að þetta snýst rosalega mikið hver heldur utan liðið, sérstaklega á krökkunum. 100%. En þú gerði það náttúrulega rosa vel. Þú náður ótrúlegum hlutum út úr krökkunum sem þú varst að þjálfa. Já, gekk bara mjög vel. Hlutverk náttúrulega þjálfarans, svo náttúrulega hann getur haft gífurlega mikið áhrif á hvernig mann líður. Og líka bara vera verndandi stundum í lífi barna 100%. sem fyrirmynd og sem bara kærleiksvera, sko. Bara 100%. Já, mér fannst þetta mikið ábyrgðarhlutverk. Og ég held þetta, að því ég veit eins og bara hjá þér, það gaf mér ótrúlega mikið, sérstaklega þegar ég var barn. Og svo líka þegar maður kemst og ég var alltaf að segja við strákana sem voru svona 4., 3., þú veist, þetta verður svo gaman þegar ég farið upp í meistara þegar ég farið inn í klefan, þetta svo skemmtilegt, ég var svona mótiverað að ekki að hætta, viðkvæmur aldur að því það var bara leið og kemst þar inn þá bara eitthvað oh my god, þetta geðvikt, nú ég bara ég fæ að hanga á hverjum einast degi með 25 gaurum og það svo skemmtilegt. Já. Svo bara fótboltaferðir og... Algjörlega. Ég bara 100% samanlega. Já, en sko, bara mitt heitir ekki á fótbolta, það bara á fótbolta í sjónvarpi. Já. Þú veist, og jú, ég kann ekki Alþjóðavæðinguna. Ég kann ekki leikreglurnar. Nei. Og en ég fer á hvern einasta leik hjá barninu mínu auðvitað og hvet og stið og hlusta og kaupin ég að taka skó og eitthvað. Annars er það náttúrulega bara barnavenn kemur. Já, nákvæmlega. Já, en þú veist, en ég skil, auðvitað, mér íþrótti bara, þá ég hef ekki fundið mig í þeim, mér það rosa dýrmættar. Algjörlega. En mér langar til að fara aftur að þau erum bara sem að krifi, það mikilvægt í samböndum, sjálfskoðun, það berskjöldun, það að geta tekist á þokkalega heilbrigða máta, þó maður missir stundum eitthvað úr sér og gera eitthvað sem maður ekki gera, ekki? Geta tekið slaginn í rauninni. Já. Hvað það meira sem svona mikilvægt? Mér finnst við varum talandi daginn, eitt sem kom út í sumafríinu hjá okkur, varum að læra af börnunum sem rífast náttúrulega út í eitt, bara svo systkinahópar eru. Sigga náttúrulega man allt, þú veist, þú ert að spyrja mig og ég bara eitthvað, ég þarf að hugsa bara núna bara, þú veist, hvernig mér líður núna. En síðan man Sigga alltaf dæmisögur. Já, það er svolítið að lenda í morfís að ætla að rífast um mig. Þú getur hakkað eitthvað, getur þú þá slæsað einhver argument bara þegar hakk? Já, það er bara glemdu hugmyndinni. Það er kostur, en það er líka galli sem hún veit af. Af því þetta snýst ekki að vinna rökræðina. Þú veist, það á ekki að snúast um það. Nei, og ég er bara svo góð í bara, já, það er út af því að, og að því að mér finnst, og bara hér, hann ég á erfitt það þegar mér finnst vegið að mér að sitja með orðið mín. Nei, því að svona ef ég er í þögn, þá sagði ég bara, ég ekki segja eitthvað og ég er að spara orðið mín. Og ég var alveg sagt að nú þarf ég að dvelja í þögn. Og hann bara eitthvað, segðu eitthvað og ég bara, nei, að ég vil ekki segja neitt af því sem ég langar að segja. Þú veist, ég fatta það alveg. Ég fatta alveg stríðið sem er í gangi hérna inni er ekki fallegt, það skilur okkur ekki neinu, það segir meira mig en hann og ég bara, ég get ekki tala við því núna. Ég bara, gef mér þögn, gef mér bara smá þögn, smá, kannski fjarlægt, ég þarf að klára þetta, ég þarf að koma sér frá, kannski þarf að fyrir út göngutúr eða ég þarf að melta, ég þarf að kannski heyri vinkonu, ég þarf bara svona aðeins að fara í gegnum þetta, ok, losaði við það. En ég held að já, við vorum að tala með krakkana, þau rífast út í ett og svo slástu, þú veist, þau bara meiða hvort annað, þú veist, börn eru bara vond við hvort annað, það er hræðilegt að horfa á það, maður er bara svona bara rífi hár og hrinda og býta og allar anskotin og ég var að segja, ég bara, herðu, sjáðu þau eru fann að leika aftur, þau eru bara hei, vei, halló þú það er bara 5 minútur síðan, það voru grænjandi út í horni, yfir hvort öðru og ég alveg, akkur getur við ekki verið svona
getur ekki bara tekið sprengjuna, klára þetta, svo 5 mínútur seinna er ég bara hæsæti eitthvað komið kaffi, þú veist, ég bara, þetta er eitthvað, þetta er til eftirbreytni, þetta þurfum við eitthvað að skoða, klára þetta bara, nei, en við vorum að tala það, svona, ekki beint að setja tímamörk á fíluna, en samt að setja tímamörk á fíluna, þú veist, eða, og kannski ekki rétt að kalla það fílu, en að leyfa sér ekki að sitja bara í því í langan tíma, ykkur ósætti, það verður að vera eitthvað leið áfram, annars er allir bara einhverjum heljar greipum að þögn og svona fílustjórnan, þoli ekki fílustjórnan. Nei. Þannig við erum svolítið líka að tala um það, þú veist, það þarf að vera að takast á, en hvaða afleiðingar hefur það, eða hver eru eftirköstin, hvað tekur við, hvað gerist eftir stormin, hvað tiltekt tekur við. Minnst það er líka eitthvað sem við hefum svolítið verið að skoða. Af því að þú veist, í þessum ágreiningum þá grípa tilfinningar mann og maður er bara, veist, ég hef rétt fyrir mér, það er allt þessari mannesku að kenna, ég ætla ekki að segja henni hvernig það er henni að kenna, skilur en þá er einmitt kannski bara ábyrgðin sem maður greip sér stundum þurfti ég bara að fara inn í herbyggi, hugsa bara, ekki, þráttur og haldur og byrjar ekki neina ábyrgð á þessu, hvaða ábyrgð gætir mögulega borið hennar? Aðeins að sefa kerfið, mæta fram, þá er maður yfirleitt komið með aðeins betra svar og allan að maður átti einhvern hlut í hvernig þetta var, sko. Já, heyrðu, við gerum sáttmála í fyrra að, já, ég man alltaf ekki þú, það er svona, veist, ég rifja hluti mjög oft upp fyrir þér. Vonast að gera sáttmála það við mig? Nei, en ég elska því, ég get alltaf sagt, manstu? Og stundum gerðist aldrei, skilur við. Já, þú veist, ég get bjargað mig þannig. Nei, ég var búin að segja þetta. Ég held reyndar að það sé gaslýsing, sko. Já, það er gaslýsing. Ég held að það sé ekki fallið. En ég ger það ekki með stóru hlutina. En við tölum um þetta í fyrra, að það er ekki, við förum ekki, að þegar fólk er eitthvað ekki vera ósátt að sofa, það er bara ekki byrja neina alvarlega samræður eftir klukkan 10. Ekki fara inn í eitthvað, mér liður svona, mér finnst þetta, að við vitum það bara heilarannsóknum að framheilin, hann fer snemma að sofa, hann er ekki virkur á kvöldin, hann er undirbúið sig fyrir lúrin, sko, og háttatíman, þá erum við ekki allt í hennu bara, mér finnst þú svo leiðilega þegar þú gerir þetta. Þú veist, þá erum við bara að kasta sprengjum, þannig að ég finn alveg ef það kraumar í mér eitthvað sem er langar að ræða, þá bara er ég, nei, ok, þetta, ég ætla að sjá hvernig þetta er í fyrramálið. Ég verð að sofa á þessu og það er ástæða að við höfum það, þennan málsatti eða orðatiltæki. Að því ég veit að þetta aftur að fara í bara einhver svona tilfinningar og ég aftur að sofa illa, mér aftur að líða illa, honum aftur að líða illa og þetta skilar ekki neinu. Það gerist ekkert ef ég sefa á þessu. Þá get ég komið fesk í fyrramálið og bara, ég er búin að hugsa þetta og þú veist, við erum bara allt önnur á mótnana, heldur en við erum á kvöldin. Þannig að þetta ekki fara ósátt að sofa, þetta er í raun og veru ekki fara með erfið mál í eitthvað samtal á kvöldin. Þú veist, þetta er bara, þið er bara að lesa bók. En samt hafa margir tilhneigingu til að gera það einmitt, þá var það ekki. Jú, ég held að sé bara því að framheilin, löggan, hún er bara eitthvað, tellum eitthvað, hvað ætli tellum? Ég er ekki að pæla neinu, þú veist. Og þá fá tilfinningar þar bara gjörsamlega í kallkerfinu og það er ekki sem grípur, því að framheilin er það sem grípur. Og framheilin er bara eftir ekki með vann. Það er bara svoandi. Þá er tilfinningarna bara á bensinkjöfunni bara. Algjörlega, bara svo við sjáum akkur segir fólk hluti í glasi sem það myndi ekki segja annars. Þú veist, allt við gerum sem sefar framheilan okkar. Það er svona ágefni þegar við erum að ráða tilfinningarnar ráða, veist. En auðvitað við ekki tilfinningar í lagi, það er ekki bannaðar, ég er ekki að minna það. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins, en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun. Og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi, hilki sem er umhverfisvæn, kolefnisjöfnuð og passa í allar Nespresso-vélar. Og ég er búin að vera að dæla þess í mig, enda mikill kaffikall. Og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza, enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott, ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gýr þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og
þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumælumum, eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikin af því að þetta sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. En hversu mikið, þú veist tala áðan, þú sást ykkur eiginleika við Sævar sem hún bara dýrkaði og tikkaði mér í bóks. En síðan sást ykkur eiginleika sem tikkaði ekki í bóksinn. Hvað gerir maður í þeim aðstæðum? Það margir sem pæli því, hvort sem eru með í sambandi, að fara að byrja í sambandi. Það hrífast á einhverjum eiginleikum. Það einhverju eiginleika sem þú veist, einhverju tækman sem tikkaði ekki í bóksinn. Rauðuflökin. Hvað gerir maður það? Já, það náttúrulega minnst þetta gildis með þetta hvers og eins. En til dæmis, þú veist, ef hann myndi reykja sígarettur, þá verður það verður bara ekki séns. Já, ekki fræðilega möguleiki. Ekki fræðilega möguleiki. Það eitthvað sem maður vill bara alls ekki. Já, þannig að hann er ekki með svoleiðis rauðflögg. Jú, ég meina, hann tekur hérna svona í vöruna, það ógeð, það ekki sexy, geðveikt til ég myndi sleppa því, sko. En það samt hans, það ekki mitt að stjórna því, þetta hann og hans líkami. Þú veist, þetta verður ekki beina áhrif á mig sem að reykingar myndu gera, skilur mig. Þannig að þetta líka svona að sortera. En ég verður til dæmis ógeðslega til í og við hefum rætt þetta svo soft. Nú, hvað að koma? Ég verður rosa til í að hann væri geggjaður í að skipuleggja geggjudate. Já, það er væntingastjórnun. Það er væntingastjórnun, já, það er hitt orðið sem við notum. Það er ábyrgð á væntingastjórnun. Já, að vilja að ég sé eitthvað annað en í raun og veru Já, og ég búin að fara marga hringi með þetta. Ég búin að vera bara, ef þú elskar mig, þá lærist þú þetta bara. Og við erum búin að fara, nokkra hringi í kringu þetta. Og svo þurfti ég bara svolítið með þetta, ég þurfti að sittast niður þarna bara. Og skoða, af hverju þetta svona mikilvægt fyrir mér, þú veist. Ok, hvað máli skiptir þetta, hvernig kem ég að þessu og svo náði ég að leysa þetta, þú veist ég bara inn í fjallgöngu og var bara eitthvað svona ok, nú ætla ég bara að sitja niður og ég ætla bara ég er undir í fjallgöngu og ég ætla bara að skilja þetta ég ætla að skilja hvaða hluti er þetta af mér og af hverju ef þetta er hluti af mér setja ég þetta á einhvern annan að uppfylla og þú veist, og þá bara leystist ótrúlega margt, þetta voru margir þræðir allt í nú væri bara já ok, inn í þessu er höfnun, inn í þessu er athygli, ást, þú veist, ég var bara eitthvað svona, vá, þetta er miklu meira heldur en ég átti að maður, ég held að það væri bara eitthvað, þú veist, hjá mér. Og mig langar alltaf að reyna að sjá hann og vera bara eitthvað, ok, þú ert svona, þú getur ekki þetta, eða þú ert erfitt með þetta. Og bara, hvernig get ég mætti? Þú veist, haldum til þess, og ég sagði þetta í brúðkaupinu, ég sagði þetta aðtöfninu okkar, sagði væri alltaf í flæði. Ég þoli ekki flæði. Ég hata það. Ég vil bara dagatal, ég vil bara allt skipulagt langt fram í tíman, ég vil bara vita hvernig dagurinn lítur út og ég vil bara hlakka til og ég vil ekki flæði. Ég vil ekki sjáum bara til og hluti reddast. Ég bara, oh my god. Og það er bara ótrúlega krefjandi. En ég er samt búin að dást mjög að því hjá honum að því ég missi af hlutum að því að ég er svo stressuð og ég er svo stressuð út af, ég var að mæta eitthvað og þetta á að vera svona og ég er að fara þangað og svona með honum, þetta tímaleysi og þetta flæði það var búið að koma ótrúlega margt fallegt til okkar sem ég hefði ekki leyft mér að sjá þannig að hann hægir alveg á mér sem ég er bara eitthvað svona ég gæf ekki sjálfur mér þetta leyfi sko. Þannig ég veit ekki, líka sumt sem að fyrir taugarnar á mér er ég líka bara eitthvað, það eru alltaf það eru bara ljós og skuggar og hérna Já, og ég er mjög óskiplaði hvað þetta var þar og bara, en sko ég vil fyrir mér er bara geggja deyta grípa kaffi og taka göngutúr fyrir henni er það ekki deyt, það er venlu dagur það er mánudagur, það er ekki deyt já, ég er bara eitthvað, oh my god, við tókum svo geggjaði samræður og þá er ég bara eitthvað, þetta var geggjað deyt
eða bara, þá bara vegum húsbíl eða þá bara fara einhvað á húsbílnum og ég veit ekki hvort ég er að keyra ég bara keyri eitthvað og svo bara sjá eitthvað stað og gistum þar Já, mér finnst það samt geggja. já, en bara svona frekar óskipulagt En er það ekki þá, þú veist, kannski vill maður ekki hafa makan eins og maður heldur maður vilji nákvæmlega hafa hann, af því að hans kostir eða takmarkanir vegu upp þína takmarkanir og kosti. Jú, en þetta er líka, eins og þetta bestist mér allavega, þá er þetta miklu leyti til stjórnun líka og hvernig þetta er stjórnun af hverju ég er hann að stjórna honum og hvernig hann er og af hverju álít ég sem svo að hann sé framlenging af mér eða endurspeglun á mig. Hann er sín eigin manneskja og ég verð að leyfa honum það. Þá ég ger hlutin öðruvísi, þá á ég bara að stjórna sjálfur mér og taka ábyrgð á því og oft hlutir sem pirra mig hef ég staldrað við og verið bara svona af hverju anskotan við þetta fyrir taugarnar á mér. Það kemur mér bara ekkert við hvernig hann hagar þessu eða gerir þetta. En svo er alveg svona hversdagslegi hlutir sem er ógeðslega fyndnir. Þetta er ógeðslega fyndið. Ok, til dæmis núna er eldhúsakar ógeðslega skítugt. Það er viðbjör. Og ég var alveg svona, þá get ég alveg dotti í svona, já, mér hefði nú þótt alveg í lagi hefði hann sett í vélina. En ég get verið algjör haugur og verið bara sorry, ég nefndi ekki að setja í vélina, ég er alveg að fara að gera það. En ef það er einhvern veginn, ég er búin að ákveða sig á hann, þá er ég bara, já, það er bara svona sem þú býrð. þetta er að koma upp núna Já, en að því ég átti alltaf eins að taka úr vélinni, skilurðu. Og ég er svo mikið ég líka svo mikið oft í bara svona jafnvægi og er bara eitthvað svona, nú finnst mér vega, þú verður að koma hérna inn á jafnvægi, nú finnst mér halla á mig, eitthvað svona. Svo er það oft hlutur sem kannski skipta ekkert rosalega miklu máli og ég þarf að skoða af hverju er ég svona reið. Ég er svo ógeðslega reið út í hann og ég er að gefa honum, ég er að segja mér sögu af hverju hann gerir A og B. Í staðan fyrir að hlusta á þegar hann segir, vá ég vissi þetta ekki, ég pældi ekki í þessu, vá ég hugsaði þetta svona. Þú veist, að trú honum, taka sögunni og verða bara ok, ég ætla að skoða af hverju ég sagði mér aðra sögu. Og ég þarf að hlusta á hans sögu. Og ef ég er ennþá ósátt, þá þarf ég bara að segja við hann. Þetta fyrirkomulega hendar mér ótrúlega illa út af þess og hinu. Eða bara, þetta er kjánulegt, þetta skiptir mér samt máli, til að taka tillit. Þannig að við erum að reyna að mætast líka þar, að vera bara, já, ég er barnaleg þarna, eða þú veist, eins og þetta bara, ég er ekki fullkominn og ég er að reyna og, þú veist, eða nei, ég ætla ekki að laga þetta. Þarna er bara mín lína í sandinn. Svona er ég. Já, bara með það, bara hvernig vinnum við þá með það? En er ekki líka, þú veist, það þarf að taka slægin þessar litlu hluti sem er ekkert litlir, af því að það er eitthvað sem fer í mann á hverju minnsta degi, og maður hugsar, ég læt það bara slæta, þá er þetta að fara, þú veist, þið ætla kannski að vera saman, þú veist, í einhver tíma, á hverjum einsta degi, þá munir ekki að fara í döðuna þau, skilur þú? Já. Stæðin fyrir að þá hafa það og koma því í orð og svo maginn skilji það og allt þar fram til göttunum. Algjörlega, og svo er þetta aðstæðutengt líka, það er það sem er svo áhugavert, þú veist, þú varst óslega fúll út í mig út af uppvaskinu í húsbílnum. Ég lagði mig þar vil ég hafa allt bara spikkans og hann bara lá svona við hliðina bara gett stífur og ég bara að leggja mig vakna eftir klukkutíma bara, lagði þú þig ekki neitt? Hann bara, nei, það er bara leirtau í vaskinum og þú veist, ég hef alveg brjálið þegar hann farið að vaska upp og vaki mig en fyrsta sem ég samt segi er hvað okkur vaskar það ekki upp meðan ég var að leggja mig það var alveg geta nýtt tíman sko en ég hef samt alveg brjálið þegar hann vaska upp þetta er ekki alveg ég var að vera tillitsamur og leyfin að leggja sig lá bara við hliðina á henni pirraður? Nei, bara vakandi yfir leirtauginni Pínu pirraður? Nei, síðan er þetta líka að við vorum að tala um ábyrgð þetta er, þú veist, þetta er dálítið erfið blanda að vera í flæði og vera líka í ábyrgð hvað er ábyrgð og hvað er ábyrgðarleysi Já, eins og ég sáttu þið, nei, flæði er afsökun hér. Takk ábyrgð. Já, þú veist og svo er mín skilgreiningar á hvað skiptir máli, þær eru mjög ólíkar hennar, sko. Þú veist, einhver svona, já, einhver hluti sem mér finnst ekki skipta máli, finnst henni kannski skipta, þú veist, það skiptir hana miklu máli. Einhver símtöl á ættingja eða hvað sem það er. Og ég er bara svona... Það þegar þú eftir að syngja um meina? Já, nei. Það er eitt af því. Já,
Nei, ég var að segja henni í gær, ég á eftir að hringja og þakka henni fyrir brúðkaupsgjöfuna. Gaf okkur svona bútasumsteppi, ógeðslega sætt. Og hún var gömul, býr fyrir vestan, en já, ég áttir að gera svoleiðis. En ég er líka með litla hluti sem ég segi við þig bara, og ég hef alveg sagt að við, þú veist, að við erum út að labba og þú kannski tekur svara símtal við vinn þinn og þá sagði ég bara við, mér finnst þetta ótrúlega vanvirðing, ég er með þér út að labba, ég svara ekki símanum þegar við erum saman út að labba af virðingu við þig, þú veist, bara já, en má þetta símtal bíða, ég er ekki að stjórna, ég bara segja, þá nenni ég bara ekki með þér í göngutúr ef þér finnst þetta sjálfsagt, þá ertu bara með einhverjum öðrum og ég er ekki hluti af því samtali. Já, það þurfti bara einu sinni. Það er svona hluti sem maður fattar ekkert, þú veist, svo bara allt í henni fær maður, já, sjálfsögðu, ekkert mál. Og þá fannst mér svo ótrúlega fallegt þegar hann bara, heyrðu við, kannski hann bara, má ég svara stutt og svo bara, heyrðu við Sigga erum akkurat, var þetta eitthvað áriðandi að má ég hringi þig eftir korter? Og mér fannst þetta svo fallegt tillitssemi, ég var bara eitthvað svona, vá, takk, þetta er eina sem ég bara þurfti, þú veist, mér fannst það mjög fallegt. Ég það sé líka oft sem maður bara veit ekkert að því, sko, og þú veist, og þess vegna er svo gott að fá að vita ef maður lítur allan á það, maður vill vera eins góð mækja og maður mögulega getur. Já. Þú veist, ég myndi alltaf vilja, þú veist, ég veit alveg, ég er með fullt af blindulíðum og ég er eins og ég er og ég var alltaf til að fá að vita það bara strax. Bara, þú ert að gera þetta og þannig líður mér og þá get ég bara rætt, já, ég get trúklega bara bæta. Já. Eða bara, heyrðu, ég er ekki alveg að skilja þig, ég er ekki alveg sammála eða whatever, þú veist, fattar mig. Mér finnst það svo fallegt, sko. Já, við reynum. En maður getur tekið því. Já, en maður þarf að hugreitt að taka því, sko. Já, þú þarft að geta tekið því og ekki fara að verja því. Þú verður bara að geta tekið bara ok. Og bara, þú strax greina punktur í þessu. Þú veist bara, já, það punktur, ok. Já, við finnum samt alveg, það náttúrulega vegum alveg málefni sem að munu þurfa, við munum koma inn á þau aftur og aftur og aftur. Að því þau þurfa kannski ný augu eða minni tilfinningar og meiri rök, stundum meiri tilfinningar, minni rök, þú veist, þetta er bara vegum alveg okkar málefni sem eru viðkvæmi málefni, það er ekki svo við séum eitthvað mega fullkomin, sko, langt frá því. Sem kannski engin einföld lausn við sem gerist einu spjalli, sko. Nei, og engin lausn við. Þetta er meira bara, svona er staðan. Já, það mun koma upp kannski og... Já, og bara við vitum það, er eitthvað sem við getum gert til að minnka óþægindin eða hjálpa okkur að vinna úr því eða hjálpa okkur að halda tengingu í gegnum það eða eitthvað, þú veist, það er bara það er bara krefjandi að vera foreldri krefjandi að vinna saman og þú veist, þetta er allt bara þetta eru margir og stórir þættir, það er bara ok, hvernig getum við reynda þú veist, það er eftir að koma ágreiningar, bara aftur Ég líka, ég las einhvers staðar að ágreiningar skiptist í 2 flokka. Eitthvað var þetta, hlutaði maður hægt að leysa, en 69% af þeim bara ekki hægt að leysa og vera viðvarandi. 69? Já. Ja, þú veist, sem er áhugavert, því það þýðir að þau eru alltaf að vera staðar í sambandinu, sko. Þannig að það er engin lausn, basically, sem þú ert að segja við þeim, sko. Nei. Bara hægt að vinna í kringum það og ræðum það og allt þetta. Já, það meikar alveg sens. Mjög áhugavert. En þú veist, þá í sambandi, þá mæntilega þarf fólk að vita hvað það vill og hvað það þarf. Já, stundu samt veit maður það ekki. Það er allt, þú veist, það er erfitt að vita það. Já, hvernig kemst maður að því? Ég held að því ég held líka að þarfir og langanir breytast, þroskast og þróast og maður er opinn fyrir því, eitthvað sem skiptir mann gífurlegu máli í upphafi, geta það kannski ekki lengur og eitthvað sem maður held að mann er vantaði að láta mæta þegar því er mætt, það þarf kannski ekki að halda áfram að mæta því. Þannig að það er alveg, þetta er svolítið marglaga, en ég held samt, eins og fyrir fólk í makaleit, að þegar við óskum eftir hvort öðru. Ég hef gert þetta frá því ég var ein út í LA, bjó ég þar, 19 ára og fór alltaf á sunnudögum á kaffihús með dagbækurnar mínar. Já, við 20 handskrifa tróðunar dagbækur af tilfinningum og hugsunum. Sævar hefur aðeins fengið að kíkja þér. Það er svo sætt að sjá eitthvað, þú veist, það sem hún skrifaði þegar hún var 20. Já, og það sem ekki sá sig hérna, sko. Já, samt svo ógeðslega sætt. Já, en þar var ég bara svona einhvern veginn fór úr sambandi þar sem að hjartaði mér voru alveg brotið og ég hafði verið trúlofuð og ég
ég var bara í trúði að ég hefði fundið hann, skilur, ég var bara að finna maka minn og svo fer það allt í raskat og ég bara 1, 2, kvistbang búm flutt til LA og ég hérna ein með dagbækirnar og ég bara virkilega að hugsa þetta bara ok, þá rosa margt sem ég hefði viljað í honum sem hann átti ekki sem ég finn að mér finnst skemmtilegt að gera þannig ég fór í svona, hvað finnst mér skemmtilegt að gera hvað væri ég til að eiga með makanum mínum að ég gerði mig grein fyrir því bara mjög stemma að ég var svo ótrúlega lánsum ég væri svo góð í sambandi þegar ég var unglingur 13-16 ég átt svo fallegan kærasta og við vorum svo góð við hvort annað og líka ömmuleg en þú veist og það lærði ég svo ótrúlega margt sem skilaði mér inn í bara eitthvað svona heyrðu vá þetta ég er góð í samböndum eða þú veist þetta virkar svo margar hlutum að læri svo margt þannig að mér liði líka svo vel að vera í sambandi upp á bara persónulegan þroska, þú veist, og að fá að vera hluta af þroska annar mannsku. Allavega, ég seti þarna á þessu kaffihúsi og þá er ég bara, hvernig maka langar mig, hvernig lítur hann út, hvað gerir hann, hvað borðar hann, hvað finnst hann skemmtilegt, þú veist, og ég bara svona skrifaði neyr eitthvað svona alls konar hluti og þessi listi til, ég man þú hefði séð það, og hann alveg random, alveg svona á ekki að eiga fótboltatreyju en á að eiga hettupeysu já, að því ég vildi ekki þetta var eitthvað svona, ekki taka sig of alvarlega á að eiga hettupeysu, nei, ég vil ekki að eiga svona glansandi fótboltatreyju, þú er ekki svoleiðis þannig ég fór alveg við hann og Killar til að sjá hann já, þú fær það er lýsing á mér nei. En þú fær kannski að sjá hann var skrifað þegar ég var 19 tökum það, nema hvað allavega svo líða að býða og lífið heldur áfram og svona og svo við skilnað fyrir rúm 2 árum að þá ger ég annan lista sem ég kjarna bara og ég ger lista og þetta er sagt dramatísk saga ég eitthvað er á Austfjörðum hvað heitir strönd þarna? Manstu við fórum að við hlýna Stöðvarfirði? Allavega, við erum á Austfjörðum á okkur sem, ég er ein þar segi ég í ferðalagi Svartusandur, sittarna að horfa á fjöllin að það var eitthvað sólstafir og eitthvað svona, þetta var bara svona ótrúleg náttúrusýn og ég sittarna á stein og lefi tásunum bara sökkvan í sandin tek svona mega hugleiðslu með möntru sem ég á og kjarna bara hvað langar mig að fá inn í líf mitt því ég finn að mér langar í félaga ég held aldrei ég myndi að giftast aftur en mér langar í félaga en hvernig lítur það út og sendi það bara og ég segi bara, ég bara sendi þetta út ég sendi þetta út í bara fjöllin og skíin og sólina og sjóin og sandin og bara, ég ber þetta bara áfram og svo ger hann nákvæmlega saman hann skrifaði lista ég er búin að sjá hans lista hann bara, hvernig makar ég að leita og við erum bara á mjög svipum tíma að gera listan okkar hvernig félag langar mér í og svo bara magnað að hittast og vera bara vá, þetta skiptir mig líka máli og svo er svona litli hlutir sem að ég elska við Sævar sem var svona, ég fattaði kannski ekki að setja á listan en eins og hann kaupir notuð húsgögn og hann elskar að fara á skranmarkaði og svo leis og mér já bara, já, það skiptir mig ógæðislega miklu máli bara vá, og hann týnir dósir með mér og leiði mér alltaf að týna dósir þú veist það er svona alls konar litli hlutir það eru kostur og gallar með dósir týnsluna nei, þú veist, þannig ég var bara eitthvað svona vá, hvað var gott fyrir mér að kjarna og hluta mínu lista var þetta er mjög lang einræði, áttum að því hluta mínu lista var samt þetta ég vil mann sem segi já ég vil jákvæðan og lífsglaðan ævintýra þyrstan félaga Nei, ég hef gert þetta svona bara hvað vil ég í þá fari maka minns eða við líf hjá maka sinum, hvernig karakter er hann og hvernig samband vil ég hvað vil ég alls ekki, þá er það bara nokkur atriði sem er bara no-go eins og reykinga fyrir þér skilur bara no-go og síðan finnst mér alltaf gott sko að því mér spurningin hvað maki er réttu fyrir mig ekki, kannski byrja á réttum enda hvernig get ég orðið svo manneskja sem aðlagar besta makan fyrir mig mér finnst það betur mér, hvernig manneskja þarf ég að vera til þess að fá það sem ég vil að ég held að það sé gífulega mikilvægt líka sko. En þá getur maður eins og þið, þá hittir maður einhvern eftir dúlulegt að það er gert það saman tíma. Já. En svo hittið einhvern, þá getur þið bara, það er bara ansi Martina sem matsa, skilur. Það er svo fallegt. Já. En við tókum okkur náttúrulega, við fórum í algjöru berskjöldun og við höfum krufið allt milli himins og jarðar
og við eyðum gífurlega miklum tíma saman, þú veist, ekki það, ég meni, við höfum bæði alveg fólki kringum okkur sem við hittum og ræktum og svo er börnin og eitthvað. Já, við vinnum saman. Já, en við líka bara, þegar vorum að byrja sambandið, þá fórum við í gegnum stóru málin og vorum ótrúlega heiðarlega með hvernig við komum fram í okkar fyrir sambandum og hvað var ekki fallegt og hvað við viljum ekki taka með inn í þetta samband. Já, fórum vel í það. Bara hvað langar mér ekki að taka inn í þetta samband sem ég veit af. Við ætlum bara að vera heiðarlega með það. Og það voru alveg nokkur hlutir, þú veist, það sem að beitti í fyrra sambandi. Einhverja hegðanir sem maður beitti til að verja egoið eða sitta í sína sjálfsmynd. Ég samt sko, þegar maður situr út í alheiminn, ég er ekki hrifin að segja hvað viltu ekki. Ég er bara hrifin að kjarna hvað ég vil. Mér finnst óþarfa að draga hitt að. Þegar það kemur svolítið bara því kjarnar sem verður í hvað ég vil, þá líka bara því við höfum alltaf eftir að sjá eitthvað í færi mannskjörn sem verður svona að það er frekar bara að setja listan einhvern veginn, þetta er mér mjög mikilvægt út af því að því svo breytist þessi listi eða svona mýkist aðeins og rúnast og maður eitthvað svona, þetta var mér mjög mikilvægt en þú veist, eins og kannski fjárhagslegt sjálfstæði, þú veist, það er eitthvað sem mér er alltaf mjög mikilvægt svo koma bara tímar þar sem að allt í einu er kannski fótunum kift undan manni og það þarf maður svona pínu, ok, veist, þetta skiptir mikið yfirlega máli fyrir sjálfa mig eða makinn minn sé svona, en nú erum við að gangi gegnum þetta tímabil að maður haldi ekki fast í listan og verður bara að atriði númer 3 kallið minn, þú ert núna ekki að uppfylla það, þannig að þú veist það er líka svolítið mildi held ég inn í þetta sko að maður kjarni einhvern veginn já, ég veit það ekki að hann fái að vera líka ögn lifandi Já, líka bara vera, þú veist, vera í þakklæti Já, ég held að þakklæti skipti ótrúlega miklu máli og líka tilenga sér, þú veist, það er svo oft sem maður hefur lent í erfiðleikum og vandamálum og svo seinna allt í hennu gengur eitthvað upp, eitthvað alveg frábært og þá er ég yfirleitt bara já, hlutinir eru bara eins og þeir eiga að vera og ástæðan fyrir ég bara lendi í erfiðleikunum þannig til að komast, til að upplifa þetta sem ég er að upplifa núna þannig að þú veist, ég er yfirleitt þakklátur fyrir vandamálin kannski ekki alveg akkurat á þeim tíma þegar vandamálin poppa upp en yfirleitt setna þá þakka ég fyrir að hafa lendi því sem ég lendi Já, ég hefur kallið Pollyanna á styrum Já og Sævar hefur stundum verið bara ég var með þér aðna mín upplifun er algjörlega hún á ekkert skilt við þína ert þú að grínast, þess að hann tók þetta bara er þín upplifun bara jákvæð af þessu, bara eitthvað, mér finnst þetta ekki neitt gott og þú ert bara eitthvað, jú fullt gott þarna og ég var bara eitthvað, já ég bara, og ekki þannig að maður sé blindur, ég er ekki blind á lífið eða svona og ég er ekki eitthvað, nei, allt er frábært alltaf, þú veist, ég er ekki Polly í Trolls eða eitthvað en mér finnst samt ótrúlega mikilvægt að dvelja í þakklæti og sérstaklega í krefjandi aðstæðum að bara hvað getur verið þakklætt fyrir í þessum aðstæðum og ég var alveg, veist, bara átt mörg þannig þar sem að ég bara vil staldra við og bara ok, nú ætlum ég að fara í gegnum þakklæti mitt þú veist, það er svo auðvelt að detta hinum megin og ég held að í kerfi margra er okkur tamt að gera það en allan að mér finnst mín persónulega reynsla svo er að ef að ég fer hinum megin yfir línuna, það er einhver lína þarna hjá mér þá er ég bara í kviksindi og það er sama hvað ég gera og hversu mikið ég hreyfi mig ég sekk bara dýbra onni það og það, bara, það verður svo erfitt að koma sér upp úr því þetta er pínu svo að dansa á brúninni þú veist og stundum hugsa að því ég fór einn svona Látrabjarg og ég var svo ógeðslega hrædd um að detta og bara túrista bara hangandi fram á brúnina myndi ykkur að lunda og ég bara, þeir eru ekki svona spennandi þú getur bara séð á öruggarstöðum sko og ég hef oft hugsað bara ég þarf ekki að fara hérna alveg af brúninni og taka sjensin með það. Ég ætla bara að sita hérna á þægilega útsýnisbekknum og sjá lundana þegar þeir bara skoppa hérna upp fyrir og vera þá þakklátt fyrir hvern einasta helvitis lunda sem ég sé, en ekki að þurfa að sjá 150. Þannig ég líka hvernig þar ógeðslega mikið, og ég var bara útskýrta fyrir Sævari, að það er gífurleg vinna sem fer í það hjá mér á hverjum einasta degi, að vera réttum megin við línuna,
tileinka mér jákvæðni, sjá það fallega í lífinu og sjá tækifærin, fara ekki biturleika, gremju, samkeppni, samanburð, allt þetta. Og ég finn alveg að ef ég finn að ég tókast tilbaka svo kannski samfélagsmiðlum, ef ég finn að ég er farin gengur öll svo vel, allar ekki svo flott og af hverju ég ekki, þá bara við slökkum á forritinu. Við þurfum að bara skilja síman eftir og við erum fyrir göngutúr. Bara ég þarf að taka mig pásu, ég get þetta ekki. Þetta ekki típa sem ég vil vera. Og þegar ég er þá búin að safna eftir orkunum minni og komin á góðan stað, að þá er ég bara, ok, nú get ég verið með. Þú veist, þannig að ég finnst þetta, fyrir mér er þetta bara mega, þú veist, ég þakklátt yfir öllu litlu hlutunum. Þú veist, ég þakklátt fyrir það að bara við höfum vatn að drekka og það er hreint og það er úr krana og ég bara eitthvað, ok, þakklátt fyrir að ég gæti bara vakna í morgun og mér er ekki illt í líkamanum, ég gæti bara staðið upp og gengið, þú veist, við höfum heim einhvers staðar, þú veist, ég er bara eitthvað svona, fá hvað við höfum það gott. Það skiptir gríðarlega máli, held ég. Líka bara þegar að við búum í svona samanburða heimi. Það er einhvern veginn aldrei einhvað nóg. Þú ert alltaf einhvern veginn að reyna að fá meira, að fá alveg eins eða þú veist. Líka því ég sagði það við þig eins og vorum að byrja saman, ég bara, takk fyrir að elda, takk fyrir að ganga frá, takk fyrir að keyra og ég svo svona þögn og sagði og ég finnst þér segja takk of oft. Já, hún segði bara eitthvað, hún var alltaf bara takk fyrir þetta, bara, það var bara eitthvað svona þakklæti fyrir að ég var ennþá að anda. Nei, það var svona ekki, en svo þegar ég hætti því, þá saknaði þess. Já. Mér finnst það mjög krúllegt. Þú veist, ég var bara, takk fyrir vasklasið. Já, svo leið smá tími og þá baði ég hann það aftur. Af því mér fannst það næs, það var bara svona smá... Þetta var bara, ég sé því, ég kann að meta, ég veit þetta er ekki sjálfsagt. Ég held líka að þetta sé eitthvað sem, eins og maður þarf að þjálfa bara dagstaglega bara út lífið af því að við venjumst öllum hlutum sem er skemmilegt við lífið, við venjumst öllum forréttindum okkar, við venjumst makanum okkar, við venjumst starfinu sem við erum komið í, við venjumst öllu. Allt verður sjálfsagður hlutur. Þannig verðum við að minna okkur á að sjá það og kunna meta það sem við erum búin að venjast og tökum sér sjálfsagðan hlut. Já, og ég finn það líka sérstaklega eins og allavega í starfinu mínu. Þetta er mjög sérstakt, sko. Ég finn það í starfinu mínu af því að ég er alltaf forvitin og alltaf leitandi að þá er ég bara eitthvað svona þegar fólk er bara, oh my god, þegar ég fær rosalega mikið og fallegt pepp hérna á Íslandi, fólk er svakalega fallegt. Já, ég bara, það er ótrúlega hvað hún fær bara fólk sem er tím Sigga út á götu. Og ég upplifa aldrei... Það er svo falleg orða, ég er bara klökkur við að hvað hún er, hvað er mikil meðbyr. Mér finnst það ógeðslega skemmtilegt. Já, en það fer ekkert inn á egoið mitt. Ég er aldrei eitthvað svona Kjarlan er bara að bjarga fólkinu. Þú veist, þetta er eitthvað, ég verð bara eitthvað, vá, og mér finnst alltaf áhugaverðar fyrir manneskjuna, þá bara eitthvað svona, ok, hvað meira vantar þig? Þú veist, bara, hvað meira getum við gert hérna? Bara, ég vil bara að þið liði vel. Og það fannst mér ótrúlega merkilegt að uppgöta líka, því að svo voru að horfa okkur á bíómynd, Blinded by Light, Bruce Springsteen, eða strák sem verður fyrir svona miklum hughrifum af Bruce Springsteen og ég var bara eitthvað klökk alla myndina og ég bara, sjáðu, getur ímyndar ef maður er svona manneskja sem hefur áhrif á líf einhvers og er bara hvetjandi í líf einhvers annars og ég var bara að missa mig og Sævar var alveg og ég var eitthvað hann bara, fólk er að segja við þig að þú sért hvetjandi í lífi þeirra og ég eitthvað, ekki eins og Bruce Springsteen, sjáðu, kraftaverkis þessi maður. Þú veist, ég var bara svona, þannig að þetta er einhvern veginn, þú veist, og ég er alveg þakklátt fyrir það að vera ekki hrokafull og góð með mig og vera bara eitthvað, já, ég veit allt og ég er best, að ég get alveg dottið niður í svona, ég vel gripið sjálfur með þess að ég sagt eitthvað svona hrokafull og ég verið bara eitthvað, vó, hver mætti þarna á svæðið og hef verið bara eitthvað, sorry, ég veit ekki alveg hvað þetta kom. Þetta er bara þannig að þú veist, mér langar líka alltaf að dvelja í þessari einlægni og þessu þakklæti en að vera ekki fara ekki á okkur stað þar sem maður loka sig af og ítir öðrum frá að því að maður einhvern veginn alltaf setja svo stamm halda líka bara yfir aðra hafður nei, bara haldi í forvitni algjörlega að ég var bara að segja áður en þið komuð já, ég hugsa þetta alltaf með einstaklega. Ég sagði Sigga, já, ég er svolítið skotin í þeim karakter. Svolítið skotin í manneskinn sem Sigga tökur. Hvað er það? Og alltaf svona forvitni, hvað er það við Siggu sem ég er svona hrifinn af? Gott ef það hefði þú veist, já. Byrjum á því. Ég sé hana bara mér varst einlæg, forvitin, gáfuð, til að taka slaginn, óhrættu að segja svona skoðun,
það eru svona eiginleika sem ég bara svona, já, þetta eru svona einhver eiginleika sem ég bara fíla. Bara þess að hrósa beinni, sko. Já, takk fyrir. En varðandi líka, þú veist, að fá, að ég sagði ykkur, þú spyrir mig hvernig ég hafði það og ég sagði að fyrst sem ég nefndi var þjóðatíð, á hverju nefndi ég þjóðatíð? Ég veit það ekki. Og hluti af því að fólki áfengi náttúrulega aðeins frakkar á, svona, skilur við. Já. Það var svona 150 ungi drengi sem koma að mér og bara einlægt bara þú búin að gera þetta og það breytti lífinu mínu svona. Vá, geggjað. Og þú veist, sumir bara ég ætla að gera sjálfsmorð og allt þetta, sko. Já, ok. Og þú veist, þetta, jú, kannski er egoist, við þetta var ég bara þakkláttur og bara sverður og snertur. En hugsanlega kom eitthvað svona, já, veist, ég að gera þetta, en mér finnst bara svo mikilvægt þetta allavega var bara stærsta ástæðan okkur með þjóðatíð svona. Já, ok, að ég var alveg, ég hef ekki alltaf verið típan Nei, ég er ekki típan, það meina 8 ár síðan fór síðast, sko. Já. En þannig að, sko, þetta gefur mér alltaf þvílíkt mikið, sko. Og eitthvað má alveg fá næringu. Já, ég tala með það, maður líka meðvitað bara, já, ég að næra það, skilur eða þú veist, eða það að koma upp og ég veit að því, skilur En maður þarf líka, það er náttúrulega svo gaman að fá peppið, þá fyllist maður líka bara, ok, ég er á réttum stað, ég ætla að halda áfram og mér finnst ekkert að því að vilja skipta máli, þú veist, ég finn alveg að það er eitthvað sem skiptir byggmáli, að skipta máli, finna hlutarkilt skiptamáli, já. Já, ég þarf ekki að vera einmitt eitthvað klárust eða flottust eða neitt þannig, en að skipta máli og geta haft áhrif til eins betra, þá bara eitthvað svona, já, takk, herri, þú fyllti bara eldsneytis tanki minn. Ég var pínu lítil í mér að því að ég fekk bókina frá ritstýrinni og mér finnst þetta drasl. Þú veist, en að það þýði ekki að ég sé drasl. Þú veist, að aðgreina þarna og að vera svona og þetta líka bara eitthvað, ok, ég get unnið gott og mikilvægt starf þó að mér líði ekki alltaf eins og ég sé góð og mikilvæg manneskja. Þú veist að því að við erum oft svo neikvæð við okkur sjálf og það er bara einhvern veginn sjálfsvinna sem er líka hluti af þessu en að geta samt verið bara eitthvað svona ég veit það ekki, þetta er bara eitthvað svona mér finnst þetta bara fallegt, mér finnst fallegt líka að fólk sé komið á hana stað fyrir sjálfa sig að hrósa annari mannesku, ég bara vá, við sem Íslands samfélag, geggja. Það er góð punktur. Og mér finnst fallegt að sjá að fólk er þá að tala kynlíf í samböndunum sínum það er að opna á eitthvað og þá er ég bara eitthvað svona þú veist, það verður þá ekkert vinna það er bara eitthvað svona ástriða, það er bara heyrðu, allt sem ég hef að gefa, vil ég gefa þér bara allt, þú mátt fá allt en svo fyndið að því svo kemur fólk svo við vorum á spákonu seturinn á Skagaströnd, mjög sérstætt en gaman sko, fengum enga túr ógeðslega gaman og þar segir einmitt einn sem er spá í lóa minn og og hún tegur svona í lóa minn hún alveg, þú hún sagði, þú svo dul það halda allir að þeir viti allt um þig og þú sérst svo opinn, hún sagði, þú ert það ekki og ég eitthvað, nei, ég veit allt um það þú veist þannig að þetta er líka að gefa fólki bara eitthvað svona fyrirmynd og það skiptir engum máli í rauninni hversu brotin ég er að því að þarna er ég fyrirmynd í vinnu, skilur mig svo fær hann bara postulínsbrotin og hann fær, þú veist, hann fær þá típu hann fær heima konuna sem er alls konar og ósangjötn að því að, veist, menn hafa sem þú sagt þetta bara eitthvað oh my god, það er ekki geggja að vera með þér í sambandi og ég bara, nei það er það ekki ég held að það sé ekki mjög krafjandi skilur, einhvern veginn veist, að því mér þykir oft vætna vinnu sjálfu mitt heldur en hitt sjálfu mitt mér þykir bara, þú veist, ég elska vinnu sjálfu mitt að því svo örugg þar og góð en svo er hitt sjálfu sem ég er pínu svona djöfull er hún brotin þessi típa hvað er að frétta þú veist, og ég er að reyna að samþætta þetta tvennt að því að ég hef eitt svo miklu púðri í vinnu sjálfið og svo verður svo lítið eftir því ég tekka múr vinnunni þú veist, þá er ég pínu svona bara og hver situr eftir að því að þetta er svo stór hluti af mér þannig að það er líka svona búið ótrúlega áhugavert ferðalag þú veist, og þess vegna finnst mér svo auðvelt að taka á móti og næra ekki egoið þegar eitthvað rósar að því ég bara, vá að því að Siggu sjálfið er pínu bara eitthvað svona þess típa, erstu við sem að tala um þetta mannsku? Já, hún er að tala um vinnukonna já, ok. Þetta er mjög fyndið, þetta ekki kannski þetta ókslega kjánulegt mjög hört Faisal Frank sem er bara eitthvað Sigga, þú ert með dissociative identity disorder ég sagði nú ekki frá því, ég let vinnu sjálf taka yfir bara venjulega sjálfið það og þá var ég bara boring sko Já. Ég var bara leiðilegur óáhugaverður með allt þetta hreinu það var rosa mikið dygðamanneskja, hafa allt á hreinu, gera allt rétt alltaf að hlusta, aldrei vera
keppnisamur ákveðin og bara svona, Ekki til ég ætla bara brest. misti þann sem ég hafði að geyma, sko. Já, Ég var bara einmitt. orðinn flatur og leðilegur, sko. Já. En mér finnst alveg Já. gaman, þú veist, sem ég sakna þess að vera bara stundum sem er gaman að upplega ákveðna tilfinningar. Og bara, þú veist, stundum gera einhver mistök og þurfa að byrjast afsökur og svona. Mér finnst Já, gaman já, að já. vera, þurfa ekki að vera með allt á hreinu, af því ég er ekki með allt á hreinu. Nei, Og og þú veist, verður aldrei með Já, þetta. og þá bara gleymdi ég svona sem vitleysing í mig sem var bara svona skemmtilegur og áhafur og einhver eiginleiki sem lét svona bæla við mig sem var verður af mínum karakter, sko. Af því að, Já, þú veist, já. en þannig líka þegar þú stendur fyrir ákveð í vinnunni. Já, Það er eitthvað svona, já. herði, ég vil nú ekki rýra. En það finnst mér eins og við vorum að tala um, ég myndi ekki fara niður í bæ og detti í þá hafa mér eins og vitleysingur. En ég myndi kannski alveg gera það í enga hús, eða í húsi með vinum. Þar myndi ég alveg láta margt flakka og vera algjör bjáni. Það sem ég er í öryggi og það er kannski bara, byrja að þú ekki verið kynfræðingur og ég er bara ekki hvað, þú veist eitthvað. En ég finn það samt alveg út af við, þá, mér finnst alveg, þú veist, mér langar að passa og mér langar líka ekki að skemma ímyndin sem fólk þykir væntum, bara þið megi eiga þessa að mér, af því að, þú veist, svo ég bara hina og hún er í miklu meira, hún þarf alveg að fá að vera í öryggi þar sem hún er líka bara algjör bjáni, þú veist. Þannig að þetta er áhugaverð einhvern veginn, finnst mér svona samþætting. Þannig að það er auðvelt að vera opin á ákveðin mál sem að kannski hjálpa einhverjum og skipta máli, á þess að þetta sé eitthvað leikrit eða þetta er ekkert undirbúið eða neitt þannig. Og svo hitt er ég bara, og leið og ég læri eitthvað sjálf á mig, eins og við höfum bara talað í byrjun, þá er ég tilbúin að miðla því. En ég þarf að skilja það fyrst og fara í gegnum það og flétta það í sundur. Þú veist þannig, og ég þarf að fá að geyma þann hlut. Það sá hlutur bara oft eitthvað svona ásangjarn. Þetta er náttúrulega líka bara, maður er alltaf Grenjandi. þetta er skrýta, já, ég meina, þú veist, við erum alltaf að taka þátt í ákveðinu leikriti og maður tekur alveg þátt í bara svona fara í fjölskyldudinir. Það er ákveðið sett að við reynum að styggja ekki hvort annað, við reynum að þetta á að vera góð stund og þannig að þú setur svona ákveðna grímu þannig að og allir gera það. Já. Og það er svona leikrit. Það er ekki pláss fyrir berskjöldin eða dýft eða eitthvað og það er ekkert farið þangað. Það er bara, allt er bara gott og við erum svona eiga Notalega stund. Já, með stórfjölskyldunni. En mér er það líka svona Alls konar aðstæður sem maður setur upp leikrit. Já, ég reyni að samþætta þess að ég reyni að vera eins, auðvitað er professional Beggi, hann þarf að vera ákveðin fyrirmynd og hafa sér ákveðin máta en ég reyni samt að vera ekki með of ólíkur, ég reyni að hafa þetta sem sömu manneskuna en auðvitað setja á með hattið með viss tilefni, ég er ekki alveg vilsikur hérna þegar að spyrja ykkur spurningar og hlusta á svona, skilurðu en sem geti talað bara að vera vilsikur með bestu vinnum mínum, skilurðu mig en samt reyni að vera sami, að mjög sambarlegu karakter, sko ég er ekki að, ég er alltaf bara ég sjálfur einhvern veginn. Þú sjálfur reynir að læra af professional Begga Já. og reynir að svona taka það besta úr. Já, 100%. Já, þetta er náttúrulega, þetta eru ekki tveir aðskildir Nei, karakterar, þeir eru það overlappa náttúrulega- bara mikið. Já, þeir gera það bara og ég finn líka bara svona hvar er pláss fyrir hvað, eða skilur, það er líka verið greinandi á það Já. að því að hvar er maður í öryggi með hvað og hvar, að því að líka sko, mér finnst það stundum að mér finnst stundum svona, fólk vil mikla hlustum frá mér og mér þykir það mjög dýrmætt og ég get veitt fólki það oft og gefið í þann tíma og þá athygli og svona en ég er aldrei að fara ætlast til hlustunar tilbaka og mér finnst það bara ekki viðeigandi en fyrir mitt fólk þar fæ ég hlustun og þar get ég verið bara eitthvað svona oh my god, ég þarf að tala um þetta og þess getur við og allt þetta, þannig að þetta er svona þar að vera bara eitthvað svona ég veit það ekki, ég er ekki alveg búin að kjarna þetta hjá mér en mér finnst þetta áhugavert af því að það kemur svo mikið af fólki til mín ég er kannski bara alls byrja í sturtu á leiðinni í sund sko. Ég er bara á sundbólnum og það hefur kona komið og faðmað mig En það er líka bara því þú ótrúlega fallegt sko, ég er ekki meina neitt annað en ég er bara að segja þarna er ég bara lalalala að fara í sund og eitthvað sápa mig og eitthvað hugsa með eitthvað og að sleikja sundlega sturtuvatni eða eitthvað svona algjör steik svo þegar eitthvað kemur svona þá bara, já alveg rétt, fólk er að pæla í mér, fólk er svona, hún er komin ég hef eitthvað reynslu heim með henni eða hugmyndir hana þetta er skrítið Já, hún er líka bara, hún er að fylgja þér á samfélagsmiðlum og sér þig tala og sér þig Líður svo þekki ég. Já, það er miklu meira og þú hefur enga tengingu í hana Og sem er þetta allt svo henni jákvætt. Já. Skilur, þetta er allt svo jákvætt og þegar fólk
kemur aðeins styrtinn, svo jákvæð, bara einhver knúsaði, já, bara fínt að fá stertinga, og við vanum að þetta eitthvað góðar fréttir, skilur við? Já, einmitt, þetta er alveg mjög positíft, sko. Mér langaði, sko, að ég er með ykkur hérna. Já. Ég veit þið verið hérna þessu. Ég er að gefa spil. Nei! Gefa út spil? Já. Sem heitir 24/7. Það er bók. Spurningaspil sem stuðlar innihaldsíkum samræði. Vorum að ræða þetta á hann. Ég vil fá svona. Skemmtilegt, þú farið eitt eintak þegar það kemur landsins. Takk. Og þetta er komið eða er að koma í búður þegar þetta viðtal byrtist. Ok. En þetta er rauninni bara það því að ég hef ákveðna þörf fyrir tíftina eins og því. Þegar ég tala fólk, þá fær að vanlega að vera tíftina og fólk finnst það svo nýtt en mér finnst það bara mennulegt. Já, einmitt. En ég spilaði þetta með pappa og ógeðslega fallegt. Spilaði með bestu vini mínum. Yndislegt. Bara vorum í 3-4 tíma og menn voru bara þvílitt að opna sér, sko. Ég spilaði þetta með fólkinu sem var mér í sálfræði, það dýrkaði þetta. Bræðurum mínum og einhvern veginn, maður er svona, eins og þið vitið, þá lærir maður svona meira inn að sjálfa sig og líka bara hvað mannesku vinimanns eða makimanns hefur að geyma, sko. En ég held að það sé líka mjög mikilvægt að vera forvitin makan sinn með svona, sko. 100%. Þú veist bara hvaða lit. Þú dregur eitt spil og síðan ætlaði að fá eitthvað stutt svar frá ykkur. Þetta er ekki eins og taroti, baby. Maður draga eins og vilt. Það gæti sem verið vulnerable spurning en hérna þá bara tekur þau bara nýtt. Tekkaðist. Viltu að svara fyrst? Og lesa upp átt. Já, hvort er betra að hafa marga möguleika eða keyra á fáum möguleikum í lífinu? Ég myndi alltaf velja marga, sko. Akkur? Ég veit ekki, ég bara... Mér finnst bara lífið vera eitt stórt litróf, sko. Og mér finnst rosalega... Mér finnst það niðurdrepandi að vinna sömu vinnuna eða gera sömu hlutina. Samt ertu rútínukall. Ég á svona rútínu element í mér. En síðan, já, ég vil gera alls konar. Ég er bara eins og ég og Sigga höfum talað um. Ég sé okkur alveg að við förum í háskólan 70 að því okkur langar að læra taka siðfræði kúrs eða eitthvað. Þú veist, að við séum bara engungu að því við höfum gaman að því að við erum alltaf eitthvað sem að nýta tíman í að læra eitthvað nýtt. En það var alltaf líka mjög aðlægandi við þig fannst mér þetta, þú veist, að maður hættir aldrei að læra og þróast og skoða sig og eitthvað svona. Nei, og líka bara sannleikurinn í dag. Sannleikurinn er alltaf tengdur samtímanum. Þú veist, það er alltaf annað sannleikur í dag versus sannleikurinn fyrir 10 árum. Hann fylgir bara, þú veist. Við erum alltaf og þú veist, og hvað er sannleikur? Er sannleikurinn, er það óskrifu samfélagsreglunar sem við búum til hverju sinni? Já, mest besta sem ég lærði um það var treystu á þína eigin upplifun. Treystu á hver þín eigin upplifun er, sama hver upplifun annara er, sama hvað aðrir segja, að það er ofta skjön við þína eigin upplifun. Þannig að hlusta á hver er þín upplifun, hvað sem að segja fólki eða aðstæði með upplifunum. Að því ofta erum við bara, já, öllum finnst þetta frábært. Hvað er að mér? Akkur finnst mér þetta ekki frábært? Eða akkur finnst mér þetta ekki skemmtilegt? Öllum finnst þetta skemmtilegt? Eða öllum finnst þetta eftirsóknarvert eða fallegt? Eða, þú veist, að kjarna sig. Bara, þetta er mín upplifun, það er allt í lagi. Já, allur hópurinn gerir þetta. Þannig að hver og einn þetta eru hefðirnar, sannleika, sko. Þér á að finnast þetta skemmtilegt. Ok, let's go. Brosaðu. Hvernig væri draumadagurinn þinn? Lýst honum ítarlega. Hver er verða fertug? Tralalalalala. Hvernig er draumadagurinn? Ég bara grilla hann, sko, að ég sagði við hann, ég eftir að vera svo fyrir miklum vonbrigðum með þig þegar skipulegur ekki surprise party fyrir mig og fer með mig surprise til útlanda. Hann bara ok, geggjað, ertu að biðja mig hluti eða ég skil ekki neitt og ég bara, nei, ég er búin að græða þetta sjálf. Þannig að já, sem hluta þessari væntingastjórnun. Draumadagurinn minn, sko, hann væri eiginlega að vakna, að vera vakinn með lúðrasveit eða eitthvað svona tónlist, það þarf að vera tónlistamæður eða kona bara, þú veist, inn í svefnherberginu bara inn í svefnherbergi, ég er bara eitthvað svona snældusnar
Hvað tónlistamæður? Ég myndi bara vilja hafa Hjaltalín inn í svefnherberginu mínu eða eitthvað. Ég vil Bandið bara- alveg allt. Bara allt. Ég vil bara eitthvað snældusnar. Ég vil ekki bara eitthvað Jón Jónsson með gítar, sko. Nei, Ég vil eitthvað á sterum. ekki cheapo. En Ekki, ég er ekki að segja hann sé cheapo, ég er bara eitthvað, af því að það er bara einn gaur. já, ekki bara einn með gítar, það er ekki bóðið. Það var ekki skot á hann. Nei. Og já, hann myndi vera vakin og svo vil ég bara fara ykkur kósí föt og svo vil ég vera sótt, eða þú veist, bara fara út í bíl og þar er bara Sérstakur bíl. Já, það væri alltaf næs að vera næs bíl, skilju, en ég læt alveg slæta, þú veist. Ok, ekkert eitthvað pólskan bjall eða eitthvað þannig. Nei, ekki Nei. Sapin myndi alltaf koma sterkur inn, Já, gammal Saab. Við erum alltaf, bara þegar við finnum gammal Saab þá erum við bara, það er flottur Já, hann er sexy. Hann er Já, sexy. en og svo og þar væri sér sagt bara geggja kaffi og kannski croissant eða Kaktus? pannusokkolad, nei og svo væri bara kert beinaleið upp á flugvöll, það væri búið að pakka fyrir mig, ekkert ves í des og það væri líka snacks fyrir flugið sem væri búið að pakka með og ég fengi ekki að vita hvert ég væri að fara Já. og svo væri bara sko við vorum að uppgöta Saga Lounge, hvað minn góður þannig að það væri farið þangað við vorum bara eitthvað, ég held að við höfum í alvörinu borðað allt sem var til á hlaðborðinu það var bara alltaf verið að koma bara að taka diskan og eitthvað. Þetta fyndi að vera þar bara og hitta fólk. Nei, Hvert eru þið Sævar, að fara? það væri Ég ekki veit það fyndið Nei, það væri ekki fyndið það væri ekki fyndið og færi með mig upp í flugstöð og ekkert lengra, ég sagði við hann ég sagði, ok, Nei, ég var ekki að segja það. Ég var bara Eitt sem er væri á bara svo gaman dealbreaker. að segja við fólk að maður vissi ekki hvert maður var að fara. eitt sem er á dealbreakanum hjá mér, ég var að segja við hann í gær ég myndi aldrei fyrirgjóna það ef að hann myndi Ég held að þú myndir þykjast fyrirgefa mér þetta. ef að hann myndi þykjast alltaf bjóða mig til útlanda og væri svona keiri átt að Keflavík og svo væri hann bara eitthvað djók og færi með mig á kaffihús í Keflavík ég bara, ég lið death, murder, kill ég sagði nei þetta fellur á listan, þetta er ófyrirgjónalegt ég yrði svo sár bara, þú drepi poljónunum mína bara, þetta má ekki þannig að, við erum hann í Salands við erum að fara í flug og ég veit ekkert hvert við erum að fara Og síðan verður dagurinn bara einn tóm óvissa. já, Í við flæði. finnst geggjað ef að þú veist, það mætti alveg vera ég færi upp á flugull og þær væri þú veist, nokkrar góðum vinkonum mínum og við vorum að fara saman til útlanda, það mætti alveg líka vera þannig þú þarft ekki að trúðast með þegar þú vilt það ekki skilja Alls konar möguleikar í þessu. það er alls konar möguleikar í þessu en þetta væri bara já, að mér oft já þetta, ég myndi alveg segja að þetta væri í kjarnanum Ég heyri í högna. Það er komin pressa að lúra svo í Hörnbyggi. En ég var að spáða að slá á bátnum í þetta. Já. Og þau eru alltaf að byrja með streymisveitu sem heitir Betra kynlíf, ekki? Sem heitir kaupið sér aðgang og ég hugsaði því að ég náttúrulega kom í viðtal til ykkur samskipti í kynjuna og hvað. Og eitthvað, ástasorg var það ekki. jú, svo sætur og en ég hugsaði því þessi hugmynd kom og þau bara bara okkur lengur búið að gera þetta. Og viðtalið við þig er að koma. Já, ok. Já. Já, frábært. Nei, sko, mér fannst það bara svo geggjað þegar Sævar bendi mér á þig fyrir alls konar kynlíf, þáttur hann stöð 2 ég var eitthvað Beggi, hann bara, já, veist þannig að gaurinn, hann var að gefa út bók og ég bara, nei, hann er fótbolti ég bara, nei, ég veit ekki hvað Begga átt að tala, ég var bara ég hafði, þú veist, ekkert inn á radarnum mínum hann bara, jú, ég held að það líka með hlaðarp ég bara, ég veit ekkert hvað mann þú ert að tala bara hér, svo kemur í þáttinn og ég var alveg við Sævar, ég bara, ég sko þetta er Begga ég bara, nei Sævar, sko, í alvörinu þú bara eiginlega heppin að ég heiti þig fyrst eða fyrir utan þannig ég 10 árum eldri en þú en þú veist, ég var bara eitthvað svona oh my god, hann er frábær og ég var alveg allt krúið, ég var bara skilji hvað maður þetta er ég var bara, oh my god, eru þið öll að missa ykkur svo ég alveg hér, þannig að mér fannst svo gaman að þessi tenging var, hún var mjög gagnkvæm sko, þú þáttu mjög vænta og þegar þú komst heim til okkar að og settist á sófan að ræða ástasorg það var stóðast mér bara mjög fallegur og einlægur og ég sé bara einhverja ljósara þokkadís með svolítið svona sólbrún og húð og ameríska Ameríska, já. Ameríski draumurinn já, nú er þú gæst að voruðnar Já, mér varst það svo fallið ofrá þess ég bara takk einlega fyrir þau Nornin Sigga en ég
mér finnst hvort sem við erum að spjalla á kamera eða off kamera eða bara því hitt ykkur þá bara lýsist eitthvað upp hjá mér og kann svo vel að með ykkur og gaman að spjalla á ykkur og ég held að þetta verður ekki fyrsta spjall sem við hefum tekið, það verður ekki síðasta og takk fyrir að gefa ykkur tíma til að koma og ganga ykkur áfram vel í eitthvað mikilvæga hlutverki og mér hlakkar ógeðslega til að fylgjast með ykkur og læra af ykkur og eiga ykkur að sem bara, bara vinni. Takk fyrir að sömuleiðis. Takk hérlega og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað.